Það Samsung Mobile á Íslandi sem færir þér spursmál. Veldu frelsi með Samsung. Komið sæl og velkomin í spursmál þennan ágæta föstudag. Fréttavikan byrjaði með miklum hvelli þegar fréttir bárust af því að Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra hefði greinst með krabbamein. Við sendum henni góðar batakveðjur og vonum að þetta gangi allt vel á hennar vettvangi. En ríkisstjórnin hún hangir enn saman, þingflokkarnir hafa slíðrað sverðin vegna þessara tíðinda, en við heyrum það úr ýmsum áttum að enn mikil kergja meðal stjórnarflokkana og ekki víst hver úrslit þessa máls verða öll. En það eru fleiri mál sem að herja á pólitíkina. Kjaramálin eru í miklum brennidepli og verða það reynda hér síðar í þættinu líka. Nú hefur breiðfylkingin, hinn svokallaði innan ASÍ, vísað deilu sinni til ríkissáttasemjara og verður það teljast átti einkennilegt að það hafi ekki gerst fyrr því að þeir hafa verið að funda á vettvangi ríkissáttasemjara síðustu vikurnar og þetta allt orðið mjög ruglingslegt. Með vísun deilunar þá geta félagsmenn þessara stéttarfélaga ekki lengur sagt svo úr félaginu og forða sér undan verkfallsátökum ef svo ber undir. En það kemur betur í ljós vonandi á næstu dögum eða vikum hvernig þessu máli reiðir af. Vilhjálmur Birgisson, formaður stéttarfélagsins á Akranesi, verkefnisfélagsins góða þar, hann ætlar að koma hér í settitíminu á eftir og við ætlum að ræða tæpitungulaust þau mál öllsömmul. En það eru fleiri mál sem að hvíla á landanum þessa dagana. Það virðist einhvern veginn allt ætla kolla að keyra út af Eurovision og núna erum við að fara að senda Palestínumann fyrir okkar hönd að þér virðist í keppnina. En Ríkisútvarpið segist vera stikkfrí að halda keppnina hér heima, hirða auglýsingatekjurnar af markaðnum og láta svo keppandanum sem sigrar eftir að ákveða hvort að hann fari til Malmö eða ekki. Allt þetta með hreinum ólíkindum og ég verð að segja að ég kunni betur við Eurovision þegar við vorum bara að eiga við Gleðibankann og Nínu, þau góðu lög og þær góðu hljómsveitir sem þar áttu sviðið. En það eru fleiri mál sem að við ætlum að taka hér fyrir. Það eru mótmælin á Austurvelli, þau tengjast inn í þessi mál, tengjast auðvitað átökunum fyrir botni Miðjarðarhafs. Það var mikil lágkúra sem var látin vaða uppi á Austurvelli margra vikna skeið þar sem tjaldbúðum var komið fyrir í trássi við lögreglusamþykkt og palestínski þjóðfáninn var látin blakta í stað þess íslenska. Jón Sigurðsson, hinn heilagi og löngu látni landsfæður okkar, hann var svívirtur með þessum táknum líka og núna búið að taka niður þessar tjaldbúðir og vonandi að borgin og lögreglan girði sig í brók og tryggi að þessi helgi reitur sem helgaður löggjafarsamkundu okkar Íslendinga, grunnstoð samfélagsins í einu og öllu, að hún verði í friði látin. En það eru fleiri mál sem að tengjast ríkinu sem að við munum taka fyrir hér í fréttum vikunar. Það eru fréttir sem að við fluttum hér í Morgunblaðinu því að skatturinn væri búinn að taka upp afkasta tengda bónusa á sínu vettvangi. Það virðist vera eins og að starfsmenn skattsins muni fá meira borgað hver mánaðamót eftir því sem þeir ná að innheimta meiri skatta og leggja meiri álögur á almenning í landinu. Fjármálaráðherra sjálfur kom algjörlega fjöllum þegar þetta var borið undir hann og hún að skoða málið og maður velti fyrir sér á hvaða vegferð ríkisvaldið í þessum efnum. Af hverju fer til dæmis umferðardeild lögreglunar ekki að setja á fót stofnanasamning sem að byggja á sömu hugmyndafræði og skatturinn, þannig að þegar að löggan fer út á vegina að þá hafi þeir beinan hag af því sjálfir að sekta sem flesta og stöðva sem flesta bíla. Það er vonandi að það verði undið ofan að þessari vitleysu sem fyrst, því að ég held að það sjáu allir að svona getur kerfið ekki gengið. Þau verða hér með mér eftir örskamma stund, þau Dagbjört Hákonardóttir sem sest á Alþingi fyrir hönd Samfylkingarinnar og Hermann Guðmundsson, forstjóri Kemi. Hingið við. Herragarðurinn klæðir þig vel. Þær eru komnar aftur. Jarðarberja og bananasprengjur eru klassískar gleðisprengjur sem hitta alltaf beint í mark. Aðeins í takmarkaðan tíma. Nói Sirius. Lífið snýst auðvitað fólkið sem er í því. Bara fyrst og fremst að vera til, anda og bara gefa af sér til samfélagsins. Ísland er paradís á ótrúlega marga mælikvarða þótt að megi auðvitað bæta fullt. Við berum öll ábyrgð á því að enginn líði skort. Það sem við höfum milli handana hefur auðvitað áhrif á það hvernig við drögum fram lífið.
og stærsta kjarabótin fyrir mitt heimili núna væri vaxtalækkun. Lækkunum bara 1% stig. Það væri strax hellingur. Við erum öll í sama liði. Við erum samtaka aukna hagsæld. Já, komið sæl aftur. Við ætlum að hefja leik hér með fréttum vikunar og við fengið til okkar 2 góða gesti úr ólíkum áttum til þess að fara við þær. Það eru þau Dagbjört Hákonardóttir, alþingismaður fyrir Samfylkinguna. Hún kom inn á þing þegar Helga Vala Helgadóttir lét af störfum á þeim vettvangi og svo Hermann Guðmundsson sem forstjóri Kemi og Poulsen. Það eru fyrirtæki sem að sameinuðust fyrir ekki svo löngu síðan. Komið sæl og blessuð. Sæll. Gaman að sjá ykkur bæði tvö. Mér langar til að, það er auðvitað ótrúlegt að lifa þessa daga, það er svo mikið í fréttum bæði hér heima og innanlands, það er ekki en einasta gúrka, ekki alla fréttirnar góðar og ég minntist á það hér áðan í inngangi með veikindi Svandísar Svavarsdóttur sem að kom eins og þrum úr heiðskíru lofti inn í mjög viðkvæmar aðstæður í pólitíkinni og það er kannski rétt að ég byrja á þér, Dagbjört, því að þú ert niður á þingi og með puttan á púlsinum. Er ríkisstjórnin á vetur setjandi í þessu ástandi? Menn töldu hann væri að springa. Já, mér langar náttúrulega að byrja að segja að við þetta hugsum mikið til Svandísar í sínum veikindum. Ég ber mjög mikla virðingu fyrir henni sem stjórnmálamanni þó okkur greina á skoðanlega séð og hún náttúrulega er mikill karakter í ríkisstjórninu og þinginu. Þetta kom mjög flatt upp á okkur og ég get alveg talað bara fyrir hönd margra þegar ég segja að mánudagurinn hafi verið mjög krefjandi, bara andlega. Við vorum öll eftir okkur, eftir þessar fréttir. Síðan auðvitað þurfum við að hugsa fram á við. Við veitum að Katrín er búin að taka við hennar verkefnum. Þau eru ærin og þau eru umfangsmikil. Vetur setjandi, ég get bara sagt að við búum við mjög mikinn óstöðuleika í íslensku stjórnmálum og verkefnin eins og ég segi, þau bíða ekkert. Hefðir þú stutt vantrauststillögu á þennan stjórnmálamann sem að þú segist bera svo mikla virðingu fyrir? Ég get bara sagt að það er ekki hlutverk mitt sem stjórnarandstöðarþingmanns að verja þessa ríkisstjórn vantrausti. Þú hefði kosið með vantrausti? Já, það hef ég gert. Ég sé ekki fyrir mér annað. Það liggur bara fyrir að við í Samfylkingunni erum að tekja hlynt hvalveiðum. Við höfum talað fyrir því að það þurfi að gera meira háttar breytingar á því laga umhverfi, en þetta snýst ekkert um það. Það snýst þetta bara um það að við virðum bara meðalhófið og stjórnsýslureglurnar og lagana bókstaf í þessu. Sem að hún ekki gerði? Nei, það er svona allar líkur því að það hafi ekki verið svo. Þó ég sé reyndar þeirra skoðunar að dómstólar eigi auðvitað að taka þetta mál líka til meðferðar. En sko, það sem skiptir mál er það. En er það þá ekki landsdómur? Nei, það er náttúrulega leiðinlega tími í íslensku stjórnmálum sem ég held að við séum ekkert vilja til þess að rifja upp og það er aldrei ekkert á dagskrá, Stefán. Við erum bara núna að horfa mjög stór verkefni sem snúa að almannaöryggi. Við þurfum að auka og fyrirsjáanleika stórs hluta þjóðarinnar og ekki bara Grindavíkur í því hvernig bara fer með þeirra fjárhagslega öryggi á næstu misserum. Og þar þurfum ríkisstjórn sem gengur í takt. Ég bara get alveg sagt þér að það er ekki raunin í dag. Ég er ekki viss að Hermann sé sammála því að það sé verkefni ríkisstjórnarinnar að tryggja þetta fjárhagslega öryggi. Hermann, þú kemur annarri átt í pólitíkinni, þó þú sért ekki kjörinn fulltrúi. Hvernig líður þér með stjórnarsamstarfið og svona stöðun á því? Ég hef nú sagt á opinberlega áður að mér finnst að þessi ríkisstjórn sé komin á endastað og að svona hennar hlutverki sé meira og minna lokið. Það er hins vegar hægt að taka svona helikopterinn á þetta og segja kíkjum bara hver staðan er, atvinnulífið stendur sterkt, heimilin flest standa sterk, það er lítið atvinnuleysi, verðbólga er lækkandi, vonandi vexti lækkandi, ég hef trú á því að það sé stutt í kjarasamninga, mér fannst allavega tónninn í deiluaðilum þannig að það væri ekki það mikið á milli að menn gætu staðið mjög lengi og rifist það sem þetta skiptana. Þannig að svona í það heila tekið hefur þjóðfélagið það mjög bærilegt, en ég held að sé engin taktur í þessari ríkisstjórn og mér líður allavega sem sjálfstæðismanni eins og að við séum stödd í ríkisstjórn Vinstri grænna með stuðningi Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins. Og það er bara ekki góð tilfinning. Heldur að þingflokkurinn hefði látið vantraustið sigla sem sjó á mánudag eða þriðjudag ef að þessi veikindi hefðu ekki komið inn í spilið? Já, nú er erfitt að giska því að maður hefur ekki verið inn í þessu herbyggi þingflokksins en ég veit þó að það eru allnokkrir þingmenn sem hefðu annarkvort setið hjá eða greitt atkvæði með vantrausti. Bjarni Benediktsson, utanríkisráðherra, einn af 3 leiðtogum stjórnarinnar, hann varpar síðan fram því sem að sumir vilja meina sprengju inn í umræðuna þegar hann tekur á umræðunum hælisleitendur, stöðun á Austurvelli, það sem var búið að koma fyrir þessum tjaldbúðum í trási við lögreglusamþykktir.
Hann hefur verið sakaður rasisma og ofbeldi og hvaðeina og það nú orðræða sem við þekkjum alltaf þegar þessi mál eru sett á dagskrá. Mér langar Dagbjörg til að spyrja þig út í eiginlega viðbrögð Kristrúnar Frostadóttur, formanns þíns ágæta flokks og hún hefur líka stigið inn umræðuna og hún virðist, daðra við þær hugmyndir eða þá nálgun sem að Mette Frederiksen, systurflokkurinn í Danmörku hefur tekið upp varðandi innflytjenda og flóttamál. Hvaða afstöðu hefur Samfylkingin í þessu mál? Mér finnst þú nefna mjög oft Danmörku í sambandi við innflytjenda og útlendingastefnu Samfylkingarinnar. Á þess að hafa kannski mikið, ertu að vísa eitthvað sérstakt? Já, ég las bara viðtal við Kristrúnu þar sem hún var að bregðast við þessum málum og þá fannst mér fannst hún ekki vera afgerandi að fordæma framgöngu fjármálaráðherrans, utanríkisráðherrans og fyrir fjármálaráðherrans. Við þurfum bara alveg að vera með það á hreinu að Samfylkingin sem stjórntækur stjórnsaldemókratískur flokkur styður auðvitað bara mannúðlega innflytjendastefnu sem tekur mið af bara því að við séum að taka hérna á móti ekki bara vinnuafli, heldur líka fólki. Þessi stefna þarf hins vegar að vera sjálfbær. Að sjálfsögðu þurfum við að hafa bara mjög öflug landamæri. Við sem eiland verðum auðvitað bara að horfast í augu við það að sé það ekki gert þá býður það upp að bara fleiri vandamál heldur en kannski við náum mötum sem lítið örríki. Að því sögðu þá finnst mér bara mikilvægt að koma því að framfæri að innflytjendamál og útlendingamál eru miklu stærri málaflokkar heldur en bara sem lítur að flóttafólki. Það sem þú ert sennilega að vísa í og það sem ég heyrði í viðtali í gær það sem Kristrún var til viðtals var bara almennt samtal mikilvægi þess að hafa þessa stefnu sjálfbæra og horfa bara með gagnrýnum hætti það hvernig við högum atvinnumálum í þessu landi. En ég einhver nær hver stefnan eru það að færa ykkur nær þeirri stefnu sem að Danirnir, systurflokkurinn í Danmörku hefur tekið upp eða eru þið gagnrýnin á þá aðferðafræði sem að þau hafa tekið upp í sínum störfum og algjör kollvörpun á því eða þeirri afstöðu sem að sá flokkur hafði áður í þeim málum? Danir hafa gert mjög mörg mistök í innflytjendamálum og hafa tekið á móti fólki með öðrum hætti en við ættum að gera hérna á Íslandi með því að hólfa fólk niður í sérstök hverfi, gerðu það hérna í upphafi 10. áratugarins og aðeins aftar og svo bara svolítið segja því í dag og þurfa þar leiðandi að kljást við annars konar vandamálun í Íslendingar. Þannig mér finnst þessi samanburður kannski geta alveg fyllilega sambærilegur eða sanngjarn ef svo má segja. Við horfum að sjálfsögðu til Norðurlandana og lærum af þeirra reynslu. Horfum á það sem vel er gert. Það er margt ákjósanlegt sem við til dæmis verið að gera í Noregi og það er líka eflaust að læra eitthvað lærdóm af því sem gert af hálfu jafnaðarmanna í Danmörku. Á þess að ég vil taka ykkur sérstök dæmi með bara skortuforsendu til þess núna. Er þetta rétt metið hjá mér, Hermann, þegar þú horfir á yfirlýsingu utanríkisráðherrans og síðan viðbrögð Kristrúnar Frostadóttur, eru þessi stóru flokkar að ná saman með einhverja línu í þessum efnum? Ég átta mikið á því, en ég held í þessar umræðu sé gott að taka aðeins lengra sjónarhorn heldur en bara nokkra vikur og við erum búin að vera með sjálfstæðismenn í dómsmálaráðuneytinu mjög lengi og ég man að Sigríður Andersen og Jón Gunnarsson voru í þessari glímu að reyna að vekja athygli á þeim vanda sem fyrir höndum var og hversu mikið innflæði við vorum að glíma við og í rauninni hversu mikið félagslega vandamál við værum að búa til ef að það væri ekki skýr rammi og skýra reglur og við myndum fylgja þessum reglum og það sem mér fannst kannski vanta inn í þennan inngang var að Bjarni Ben vekur athygli á þessu á gamlársdag á ríkisráðsfundi á tröppunum þar, sellaminningar og hann svo að ítreka afstöðu sína finnst mér núna í síðustu viku og ég held að hann sé bara að segja að þessu 70% þjóðarinnar að hugsa. Að það þarf að vera lög og regla í þessu landi, það þarf að vera skikkur á þessum málum. Fólk sem kemur hingað og óskar hælis þarf að vita að ferlið sé skýrt, augljóst og skilvirkt og það taki ekki 2 ár, 3 ár, 4 ár að fá niðurstöðu og ég held að þá bara farnast öllum best. Ég get ekki heilsuhugandi þetta. En hefur þetta verið í ólestri þá? Já, þetta hefur verið miklum ólestri og ég átta mig ekkert á því hvað er svona flókið en ég held að sé í þessu eins og sumu öðru að það er fólk sem eru atvinnumenn í því að spila einhverja tafaleiki í umsóknarferlinu og umsagnarferlinu og afla gagna og svo framvegis. Ég held að þetta sé bara mjög erfitt og flókið mál og það þarf að einfalda það. Ég get ekki tekið betur undir þetta. Það sem hins vegar er ljóst í þessu er að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið á spilunum í þessum málaflokki í áratugi. Sko, sumir sem segja að það hafi bara verið síðustu 10 ár.
þetta kerfi búið til Sjálfstæðisflokk. En það ekki rétt sem þeir hafa haldið fram að ýmis mál sem að tengjast þessum málaflokki hafa verið stoppuð í þinginu. Bjarni Benediktsson hefur nefnt það meðal annars í Silfrinu fyrir þessari viku að þeir hafi lagt fram frumvarp eftir frumvarp en það hef ekki í raun komist í gegnum þinglega meðferð. Þetta snýst ekki bara löggjafana, þetta snýst líka það fjármagn úrræðin, fjármagn stjórnsýsluna. En hann að nefna þetta sem dæmi að þingið hafi komið í veg fyrir að það væri hægt að koma á breytingum til þess að koma skikki á það. Þetta heitir að drepa málum á dreif, þessar breytingar sem ítrekka verið að leggja til kalla bara á fleiri flækjur. Það veitum við sem höfum kennt okkur málin. Ég ætla að spila áður en við höldum áfram með þessu umræðu klippu hér úr áhugaverðu viðtali sem Eggert Skúlason tók við Jón Gunnarsson fyrrum dómsmálaráðherra í dagmálum sem að birtist í Morgunblaðinu morgun og ég ætla að biðja hann Hall í myndir að skella þessu hér upp fyrir okkur. Á árinu 2003 til 2016 voru 1380 umsóknir vernd á Íslandi. Ekki árlega, heldur í heildina. Á árunum 2016 til 1. nóvember 2023, þetta á 7 ára tímabili, voru þetta milli 13 og 14.000 umsóknir. Þetta eru svakalega tölur og maður velti fyrir sér, þetta er kannski afstætt þegar að verður að tala þennan fjölda en er ekki öllum ljóst að lítið samfélag með 400.000 ræður eins og Ísland ræður ekki við svona holskeflu? Svo ég bara taki talna leikfimina, þá hefum við verið að skoða þessar tölur sem Bjarni setti fram í færslunni sinni og vísaði í rauninni til fréttatilkynningar dómsmálaráðuneytisins sem var í sjálfu sér mjög problematísk vegna þess að hún gaf ekki í rauninni rétta mynd af því hvernig hlutfallið af fólki því sem neitar hælis á annars vegar Íslandi og hins vegar Norðurlöndunum. Voru upplýsingarnar frá ráðuneytinu rangar? Þær voru allavega misvísandi vegna þess að það er 8 að þar fara með dagsljósi að hérna væri talsvert fleiri sem var að koma og sækja hæli frá Palestínu á meðan þeir rétta eru auðvitað að það er ekki hægt að bera þessu tölur fyllilega sama vegna þess að ríkisfangslausir eru þeir taldir sem koma frá Palestínu á öllum Norðurlöndum. Ef við tökum, það er líka mjög mikilvægt í þessu Stefán og við verðum að skoða það að hlutur Úkraínubúa sem leita hælis og skjóls frá bara stríði árið 2022 þeir hlaupa tugum þúsunda og það endurspeglast ekki tölum til tugum þúsunda á Norðurlöndunum. Já, Norðurlöndunum í það heild en það var þessar tölur sem komu frá dómsmálaráðuneytinu báru það ekki með sér og mér finnst bara ekki sanngjarnt að bera tölur annars vegar frá Íslandi og hins vegar Norðurlöndunum. Við þurfum ekki að bera saman epli og appelsínu, ég er að spyrja, er þetta þolir kerfið okkar innviðir þola þeir þennan fjölda? Við þurfum sjálfsögð að búa til sjálfbært kerfi og það er alveg gjörlega ljóst. Og er þetta kerfi ekki sjálfbært? Nei, vegna þess að það sem ástæðan fyrir því að við stöndum frammi fyrir því að fólk óttast og ég bara ætla að segja það, ég skil ótta fólks að því að það horfi á einhvers konar meintan straum fólks og hugsa hvað með innviðina mína í mínu litla landi, hvað með skólakerfið mitt fyrir börnin mín, hvað með húsnæðismálin í sveitarfélaginu mínu, hvað með ýmis önnur félagsleg úrræði sem þetta fólk þarf á að halda, ég bara mjög mikinn skilning á. En þetta er ekki sér íslenskt fyrirbæri, Austurríki, Holland, Danmörk, út allt eru þjóðfélögin að þér virðist í miklum herpingi út af þessu. Fólk er bara að sjálfsögðu óttaslegið við það sem það þekkir ekki. Og það er mjög auðvelt að koma þeim skilningi fram einhvern veginn í hjarta fólks að fólki standi fyrir svona einhvern veginn ógn af fólki sem kemur hérna í leita skjóli. Það sem er alveg ljóst að við erum lítið samfélag og það eru ákveðnir þættir í okkar velferðarkerfi sem hafa lengi verið vanræktir. Ég nefni hérna sérstaklega skólamálin okkar, ég nefni húsnæðismálin og ég nefni félagsþjónustuna sem hefur bara ekki notið kannski fókus og áhuga af hálfu ríkisstjórnarinnar. Og ég nefni þá sérstaklega Sjálfstæðisflokkinn í því samhengi þar sem þetta hefur einhvern veginn verið svona þetta reddast við og sérstaklega í skólakerfinu. Og ég skil fólk að það búi bara við bara ákveðin ótta með að það fari enn verð fyrir. Og ég geti sagt það að við í Samfylkingunni við leggjum alveg gífurlega mikla áherslu á því að þessum málaflokkum verði betur sinnt og þar verður auðvitað að sjálfsögðu skoðast í ríku samhengi hvernig og hvort og við viljum taka á móti miklu magn. Styður þú auknar rannsóknarheimildir lögreglu til þess að bregðast við þessum straumi? Sem að lögreglan kallar sjálf eftir? Ég ætla bara að vera svona almennt opin fyrir breytingum í því skapi. Mér finnst eins og mjög mikilvægt að fólk sem starfar í lögreglunni búi við mikinn fyrirsjáanleika og
það kallar bara á þetta bara mjög ríka umræði í þinginu og líka í okkar þingflokki betur. Hermann, til að spyrja kannski út frá þessu sem ég nefni með þessar þjóðir í kringum okkur. Við sjáum kosningasegur Geert Wilders í Hollandi. Við sjáum Mette Frederiksen vinna stórsigur í dönskum þingkosningum með því að setja þessi mál á oddinn. Kosningar verða hér í síðasta lagi haustið 2025. Já. Verður þetta heldur stóra málið í þeim? Já, ég held að þetta verði eitt aðalmálið í næstu kosningum. Og ég held að þetta sé ekki svo mikið óttinn við það sem fólk ekki þekkir. Ég held að þetta sé miklu frekar óttinn við það sem fólk sér í löndunum í kringum okkur. Þann vanda sem Norðmenn, Svíar og Danir að búa við í dag. Og þetta eru þjóðfélög sem eru bara í mjög miklu vandræðum vegna mikils fólksflótta til þessara landa. Þetta eru góð lönd með mikið lífsgæði og mikið öryggi og þessu öryggi ógnað í dag. Og ég held að ef fólk vil taka bara heiðarlega umræðu þetta, þá liggur fyrir að í heiminum öllum eru svona hátt í milljarður manna sem hefur efni til þess að segjast vera flóttamenn, annarkvort pólitískir út á stríðshrjáðum svæðum eða jafnvel efnahagslegir. Og við Íslendingar þurfum að átta okkur á því hvað getum við tekið stóra sneið af þessari köku, gert það almennilega. Ég algjörlega sammála það, við þurfum að gera þetta sómasamlega, bæði í gegnum skólakerfi og félagslega þjónustu og húsnæði og allan annan stuðning. Til þess að fólk komist inn í Íslands samfélag og næsta kynslóð þessara nýbúa verði þá Íslendingar og verði bara með okkur hér í þeim kjörum sem við deilum. En ekki að búa til einhver gettóhverfi og svo framvegis eins og við höfum séð erlendis og við erum núna að glíma við það bara í þessum töluðu orðum mjög mikla glæpatíðni og það ekkert endilega hælisleitendur, það bara vegna það svo mikið innstreymi af fólki frá EES líka og þetta fólk spilar eftir öðrum leikreglum, það kannski vant öðru lagaumhverfi og meiri linkind en þarna erum við bara eftir á enn og aftur í bæði löggjöf og viðbrögðum. Það eru svona svo litið stórt upp í sér tekið þegar þetta sett fram með þessum hætti. Af hverju? Ég vegna þess að það ekki hægt að setja það fram af okkur standi. Það engin hlutla við með sem sýna fram á það að fólk sem kemur hingað til sem flóttamenn standi, já, en það hins vegar sko algjörlega ljós. Skotárásir í Urriðaholti eða Grafarholti, Marokkóbúar, við erum að sjá fréttir af þessu út um allt samfélagið. Hafa verið færir það að brjóta okkur öðrum árabil og ég samt sem Þú hafnar því að það séu glæpir sem að fylgi þessu? Já, sko, ég held að það sé algjörlega kýrskýrt að við þurfum að treysta á almannaöryggi. Við í Samfylkingunni okkur erum mjög umhugað um það. En þú hafnar því að þessum innflutningi fólks fylgi glæpir? Að það sé mjög mikilvægt að halda því til haga að við erum að óska eftir því að fólk komi hingað. Vegna þess að okkur vantar vinna. En við erum ekki að óska eftir því að fá glæpamenn til hans? Nei, en það algjörlega ljóst að við köllum hérna eftir einhverju samræmdri bara heildstæðri og vitrænni stefnu í útlendingamálum og ég finnst mjög mikilvægt að koma það framfæri að núna búið að uppfæra þingmannaskrárna og við sjáum það að félags- og vinnumarkaðsráðherra ætlaði að skila af sér stefnu samræmda móttöku innflytjenda flóttafólks og það búið að taka það á dagskrá. Ég meina, af hverju það? En þú segir að þið kallið eftir einhverju stefnu, það ekki ykkar að móta stefnuna? Í stjórnarandstöðunni? Já, ég meina við viljum koma að stað. Þið sitið ekki 4 ár og hallið ykkur aftur, þið höfum að móta þá stefnu sem þið viljum koma til leið. Þú verður að vera sanngjarn, við erum ekki ríkisstjórn. Þetta algjörlega skýrt. En hver ykkar stefna? Ég meina, hver okkar stefna í innflytjendamálum? Það auðvitað bara, engin stefnubreiting búin að eiga sér stað hjá Samfylkingunni og ef þú lest bara stefnu Samfylkingarinnar þá trúum við hér á fjölþjóðasamfélagi. Við trúum því að inngilding sé lykilatriði í því að búa hérna til farsælt samfélag, að fara í manngreinarálit eftir því hvaðan þú kemur og hvers konar þjóðfélagsþegn þú verður. Það auðvitað bara eitthvað sem við getum ekkert kvittað upp á. Hins vegar þá það stefna, nei, en stefna Samfylkingarinnar á þingi og hvernig hún hefur endurspeglast í útlendingamálum lýsir sér þetta bara í því að við höfnum því að það sé verið að fara í eitthvað svona tilviljunarkennda breytingar á kerfi sem hefur bara verið fjársvelt í áratugi og ekkert sinnt af neinum miklu metnað og þannig ég bara að vísa til þess. Þetta er ekki beint fjársvelt, ég held að kostnaðurinn við innflytjandi mál hafi farið á örfá málum úr 500 milljónum í 15 milljarða. Finnst þér það vera til marks fjársvelt? Það ekkert kannski endilega neitt vel haldið á þessu fé, Stefán, og það heldur ekkert fordómalaust. En finnst þér það til marks fjársvelti? Mér finnst það bara algjörlega ljóst að með það hversu langan tíma til þess að tekur að afgreiða umsókn og hvernig afgreiðsla einstakra mála getur dregist á langinn mánaðar ef ekki áratug. Hvað myndirðu vilja að færi
miklu peningar í þetta? Við þurfum auðvitað bara að treysta þó, ég þekki það bara sjálfur stjórnsýslunni, að til þess að búa til vandaða stjórnsýslu kringum málaflokka þá þarf að sýna bara því mikið atlæti og vera bara með straumlínulagaða stjórnsýslu í því eins og öðru. Ég skynja það að það er bara mjög mikil eftirspurn eftir því að þessi fyrirsjáanleiki á öllum sviðum, jafnvel frá þeim sem sækja hérna hæli. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við séum ekki að vekja fólki falsvonir sem hingað kemur, sem mögulega að veðja á það að vera hérna langan tíð en veita fyrirfram að það uppfyllir ekki þau ströngu skilyrði sem hér gilda til þess teljast sem flóttamaður eða aðileg með alþjóðlega vernd. Talandi innflytjendamál, mér langar aðeins til þess að færa talið í dálítið aðra átt. Hermann, ég auðvitað kallaði þig hérna í settið að því að þú ert auðvitað þekktur fyrir áhugaðin á Eurovision, er það ekki? Ég á eiginkonu sem er mikill áhugamaður í Eurovision. Ég hefði átt að kalla hana frekar í settið. Já, og ég hef kannski aðeins smittast af þessum áhuga svona í seinni tíð en ég var ekki svona ástríðufullur Eurovision aðdáandi. Ég kallaði hingað í settið sem sérfræðing. Hvern kaustu síðast? Síðast Eurovision, erum við að tala um þá hérna í keppninni sjálfri úti. Já. Ég var með Svíþjóð. Já, þannig að þú varst með sigurvegarann. Já. Mér langar til að spyrja, nú virðist einhvern veginn alltaf göflunum að ganga inn í ríkisútvarpinu eða ríkissjónvarpinu út af forkeppninni hérna og það eru miklar og háværar kröfur að við drögum okkur út úr keppninu úti vegna þess að Ísraelar eru þar að keppa. En svo er þetta óvænta útspil þar sem að Palestínumaðurinn Bashar Murad virðist eiga greiða leið fyrir hönd Íslendinga inn í þessa keppni. Við hækkum í veðbönkunum. Og spurningin er bara, er hægt að reisa þjóðarhöllina nógu hratt til þess að taka við keppninni að ári? Mér finnst þetta hálfgert skúispil, sko. Þessi stormur sem búið er að búa til utan þessa söngvakeppni finnst mér svona lýsandi fyrir Íslands samfélag sem er situr í einhverju mesta lúxuslandi veraldar og það að hvort að það eru þessari hinna þjóðurnar sem takið þátt í Eurovision finnst mér bara sprengklægilegt og ef að stjórn RÚV og útvarpsstjóri geti ekki afgreitt þetta mál með einhverju reisn, þá held ég að við höfum bara hætta þáttöku í þessari keppni og þakka fyrir okkur og kveðja þetta. Eigum við ekki að láta það hafa áhrif á okkur þó að Ísraelar taki þarna þátt? Að sjálfsögðu ekki, algjörlega fráleitt. Það er alþjóðlega stofnanir sem hleypa þeim þarna inn og meðan að þær taka ekki þá afstöðu að þeim sé ekki velkomnir í keppnina, þá veit ég ekki hvaða utanríkismála pólitík RÚV allar að fara að reka sérstaklega fyrir hönd þjóðarinnar. Ég skynja það hér á kantinum að það sé annað hljóð í drokkin hérna. Þú ert bara að tala við ég veit ekki hvort þú viljir tala við með sem kjörinn fulltrúa hérna í þessu. Þú ert alltaf kjörinn fulltrúi. Ég er líka konu sem fór í svona Eurovision námskeið. Eurovision námskeið? Ég hef bara mikinn áhuga á þessari keppni. Þú ert sérfræðingur í settinu, ekki Hermann. Já. Nei, ég hef mikinn áhuga á þessari keppni, fylgst með henni grannt bara árabil. Hins vegar það, finnst mér fókusin í umræðinni hafa verið dálítið ríkur á einhvern hlutverk útvarpsstjóra í þessu. Við erum með stjórn RÚV sem hlýtur að geta tekið ákvörðun þetta. Þarf að taka ákvörðun? Hefði fundist bara hreinlegast að taka bara af eða á ákvörðun áður en að keppnin fór á stað. Það er þessi söngvakeppni hérna heima. Það er fullkomlega málefnilegt að setja út á það að við séum að taka þátt í keppni þar sem Ísraelum hefur ekki verið meina þáttaka með hliðsjón af því fordæmi sem var sett með banni á þáttöku Rússlands. Mér finnst það bara alls ekki. Okkar er að spila við Ísrael til nokkra daga, sko. Það er engin NATO sem gerði það. Er þetta ekki ósambærileg dæmi? Akkur ætti það að vera það. Rússar eru ekki fyrir árás Úkraínumanna áður en þeir hófu aðgerðir í Úkraínu? Við getum algjörlega verið með það á hreinu að Eurovision er rammpólitísk keppni. Hún hefur verið það sem var fyrst haldin í Sviss 1956, skiljum. Það er bara algjörlega ljóst að það að halda friðinn er pólitísk ákvörðun og vilja það og stuðla að því. Þegar ein þjóð sem keppir í Eurovision á þeim grundvelli að ætla sér að vinna þar til veluna fyrir það að eiga besta framlagið, þá erum við samt að velja það að horfa fram hjá því að hún á í stríði við undirokaða þjóð, sem ég vil kalla þjóð, og sem mér finnst alls ekkert óeðlilegt að það sé bara sett út af þáttöku Íslands í þessari keppni af þeim sökum. Og þetta er ekki langt frá bara til umræðu á Íslandi. En myndirðu styðja þáttöku Palestínu í keppninni ef það kemur til greina? Já, sjálfsögðu.
Ég meina, Þráttur hryðjuverkin sem að frammi voru 7. október. Við hefum bara viðurkennt Palestínu. Ég ætla ekki að þetta bara óraunverulegur raunveruleiki. Geta eiginlega ekki bara svara því með einhverjum vitrum hætti hér og nú. Þannig að ríkið sem að fremur hryðjuverkið, það má taka þátt í keppninni, en ekki ríkið sem að bregst við. Við skulum bara alveg hafa það á hreinu. Það hefur aldrei komið til tals fyrir Palestínu að taka þátt í Eurovision. En þetta til þess þú sagði þú myndir styðja þátttöku. Hvenær voru síðast kosningar í Palestínu? 2006. Þannig að Hamas ekki Palestína. Skulum alveg hafa það á hreinu. Við ætlum ekki að fara djúpt í þessa umræðu hér. Það myndi æra óstöðun og jafnvel hinna stöðugustu menn líka. Ég langar aðeins til þess að koma inn á mál sem að barst inn á borð landsmanna í gær óvænt eftir eldingaveður á Suðurnesjum. Það sló út einn af línunum þar og það leiddi síðan inn til Reykjavíkur og inn í miðbæinn og bærinn eiginlega hálf lamaðist. Ég sá að stjórnarráðið sjálft var rafmagnslaust skrifstofa forsætisráðherrans. Hvernig kom þetta við ykkur? Urðu þið fyrir áhrifum af? Ég satt bara í mestum magnum í nýju húsakennum okkar í Smiðju og fann ekki fyrir þessu. Þið voru með rafmagn? Já, með rafmagn. Kannski var ég á varrafstöð, hver veit. En ég sá reyndar það. Mála þingið sé með... Það var reyndar logaði ljósi í gluggum í nágrunni við mig, þannig að ég held að við höfum bara verið á einhverjum góðum bletti þarna. Já, en þú Hermann, hvar varst þú staddur þegar þessu stóð? Já, ég mist af þessu sko, ég bý náttúrulega í Austurborginni og minn vinnustaður, þannig að við erum ekkert verið við þetta, en mér finnst þetta bara svolítið lýsandi fyrir þann sofandahátt sem hefur ríkt í íslenskum orkumálum langa hríð og svo staðreynd að við séum að verða hér uppselt á rafmagni auðvitað fráleitt og það að við skulum heldur ekki geta jafnað út raforkukerfið með línulögnum frá Austurlandi alveg jafn fráleitt. Þannig eins og svo margt í íslensku stjórnkerfi og stjórnmálum, þá finnst mér bara svo mikið dugleysi yfir þessu og við erum á sama tíma að tala að taka hér við 1000 útlendinga til okkar en við ætlum ekki að eiga rafmagn á eldavélarnar og svo framvegis. Það vantar alla framsýni og allan kraft í þessum málum eins og svo mörgum öðrum. Þetta gagnrýni sömuleiðis á ríkisstjórnina eins og í... Já og bara auðvitað allt valdið hjá Alþingi og það auðvitað Alþingi sem löggjafinn og ákveður hvað ríkisstjórnin má og má ekki gera. Þannig að þetta bara sameiginleg ábyrgð allar þeirra sem í stjórnmálum að vinna bug á þessu og marka hér stefnu til 10-20 ára í orkumálum. Þannig að það sé alveg fyrir séð að íslenskt atvinnulíf geti gengið að því sem vísu og hér sé rafmagn. Það þurfi ekki að ræsa hér díselrafstöðurum í öllum fjörðum til þess að kveikja fiskimjölsverksmiðjum svo dæmi sé tekið. Þetta bara svo mikið metnaðarleysi. Þingið ber ábyrgð í þessum málu, það eitt sem Hermann segir, Landsnet og fleiri aðrar eru í mörg ár búin að benda á og vara við þessum vanda, en nú sitjum við í súpunni. Er það ekki ykkur að kenna? Mér finnst nú bara hartskotið varðandi þetta vegna þess að við sjáum fram á það að í þessum, tveimur málaflokkum sérstaklega núna bara svona undanfarna daga, orkumálum og við tölum bara útlendingamáli eða heila. Þetta eru sennilega þeir málaflokkar sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft hvað mest með að gera undanfarnum áratugum. Gera sér mjög breiðan í því að einhvern veginn afhjúpa bara mjög slakt ástand í þessum málaflokkum núna. Og henda þeirri sök einhvern veginn yfir á Alþingi. Ég meina það sýnir bara það að Sjálfstæðisflokkurinn ekki jafn stjórntækur flokkur og hann vill vera láta. Ég meina það skiptir máli að leita sátta og ná málamiðlunum. Það hefur ekki tekist í rammaáætlunum í áratugi. Menn að reyna að leggja eina línu frá Akureyri og niður á Grundartanga og það hefur ekki tekist á 15 árum. Ég meina við í Samfylkingunni erum algjörlega á þeim stað að þær virkjanir sem eru komnir í gegnum rammaáætlun skili sínu. Við þurfum að bara bæta dreifikerfi og það er algjörlega kýrskýrt fyrir okkur. Ert þú hlynnt því að þeir orkukostir sem eru settir í nýtingarflokk samkvæmt ákvörðun Alþingis að þeir verði virkjaðir? Ég er bara opin fyrir því en mér finnst bara að ég ekki geta tekið afstöðu til þess bara einu bretti. Ég hins vegar legg bara áherslu það að við verðum að vera bara mjög opin fyrir bara nýsköpun í orkustarfsemi og við verðum að horfa bara með frekar opnum huga til þess að það sé hægt að nýta vindorku með miklum meira hætti heldur en gert hefur verið. Formaðurinn okkar Kristján Frostadóttir var í heimsókn í Noregi í síðustu viku og átti það bara mjög gott samtal við forystufólk slíkar orkunýtingar. Þú ert fylgjandi uppbyggingu vindorkunar? Það verður að gerast í sáttunar ég er bara bjartsýnum að það sé möguleiki og tækur kostur sko. Eins og ég segi, það er alls ekki... Það er bara öll hagsæld á Vesturlöndum hvílir á orku. Það er alveg sama hvaða samfélag við skoðum og horfum á og við viljum búa hér í lúxussamfélagi og þá verðum við bara að afla orku
umhverfisvænasta orkan auðvitað vatnsorkan og svo gufuaflið. Ég ekki mikill aðdáandi vindorku, ég myndi alveg sætta mig við einhverjar fleiri vindmyllur, það eru 4 held ég í gangi núna á landinu af einhverri stærð. Nú að skoða Búrfell og Blöndu. Já, og þú veist, ég hef ekki mjög sterka skoðun á þessu, ég sé bara mikilvægt að afla mikillar orku til mjög langs tíma og hugsa þetta til svona 10-20 ára lágmarki, ekki alltaf 1 mánuð, 2 mánuði, 3 mánuði. Þetta þessi bútasaumur, þetta metnaðarleysi og þessi stefnumótun sem vantar í íslensk stjórnmál. Mér langar rétt í lokin að spyrja ykkur eins og ég hef gjarnan gert hér í þættinum. Hver verður stóra fréttin í næstu viku? Það er nóga fréttum í þessari viku, en hvað mun standa upp úr? Það hefði auðvitað engin spáð fyrir stóru fréttin í upphafi vikunar varðandi stjórnarsamstarfið og veikindi Svandísar. En hvað haldið þið að muni rísa hæst? Já, það sem við höfum náttúrulega ekki rætt hér auðvitað Grindavík, sem eitthvað sem hvílir á okkur öllum, að reyna að fá fram einhverja viðunandi lausn í því og þannig þá geta skórað hér á einn þingmann að taka þessi mál upp í þinginu að ég held að sé mjög mikilvægt að íbúar í Grindavík fái eitthvað ramma utan sín mál og segi þetta verður gert svona, náttúruhamfarasjóður ber lagalega ábyrgð á hluta af því tjóni sem orðin Fannst þér yfirlýsing stjórnvalda ekki nægilega skýr hvað þetta varðar? Já, hún svona loðin og þetta gefur fólki í rauninni enga fullvissu fyrir því að það fólk sem ekki treysti sér til þess að flytja tilbaka geti innleyst sínar eignir og stofna líf annar staðar. Ef það þarf að fara að selja á frjálsum markaði eignir í Grindavík, það sem núna bannað að búa og guð má vita hvað gerist næst, að þá þetta fólk auðvitað eignalaust. Þannig að mér finnst að það gríðarlega mikilvægt að það verði smíðaður rammi sem allra fyrst utan það. Þannig að þessar 1000 eða 1500 fjölskyldur, hvað margt fólkið, það viti hvað að fara að gerast næstu 6 og 12 mánuði. Ekki að það þurfa að bíða í 6 og 12 mánuði og fá alltaf frekari húsaleigustyrk og engin svör. Verður þá stóra fréttin að ríkisvaldið muni koma með eitthvað slíkt útspil? Já, ég óska eftir því. Já, ég bara ætla að leyfa mér að vona það með þér. Hins vegar held ég að það sé alveg ljóst að við í Samfylkingunni höfum bara mikinn metnað fyrir því að leysa úr málefnum Grindvíkinga með þverrpólitískum hætti. Og við höfum sýnt það. Og við viljum hins vegar og tek undir það, við verðum að veita fólki einhverja glætu, einhverja von, eitthvað fyrirsjáanleika. Vegna þess að hann ekki til staðar. Hvað sem öðru líður, þá fólk bara niðurbrotið. Og ég held að það myndi hjálpa mjög mikið að við getum veitt fólki einhvers konar bara fyrirsjáanleika það hvernig það getur sótt restina af búslóðunum sín. Lítil markviss spor í það átt og hvort það sé bara hreinlega hægt. Ég hins vegar blikur á lofti að það sé verið að nýta þetta ástand til þess að koma einhvern veginn inn á aðra þætti sem eru líka krefjandi verkefni. Ég að tala kjarasamningana, ég að tala þær áskoranir sem þar eru. Það finnst mér vera mjög hættulegt í ljósi þess að við þurfum, og það væri svo langbest á fyrir öllum, að við getum leyst þessi Grindavíkurmál sem eru mörg í sátt þvert á öll stjórnmál. Ef við förum úr því að taka einhvern veginn mikilvæga ríkiseignir eins og það hefur verið velt því upp til dæmis hvort við ætlum að selja Íslandsbanka til þess að fjármagna þessar aðgerðir, þá get ég alveg sagt það hér og nú. Það er ekki góður bragður á því. Nei, það verður forvitnilegt að fylgjast með þessu. Það ráðum gerð sem ég hef ekki tekið kjaramáli sérstaklega fyrir hér með ykkur. Það vegna þess að hér frammi býður alveg frábær gestur Vilhjálmur Birgisson frá Verkalýðsfélagi Akraness og Starfsgreinasambandinu til að ræða við hann þá stöðu og það kannski ekki ósannlegt að það verði ein af stóru fréttum næstu viku hvernig til tekst niður í Karphúsi. Þakka ykkur tveimur fyrir komuna hingað í setti til mín, Dagbjörg Hákonardóttir og Hermann Guðmundsson og ykkur góðrar helgar. Takk sömuleiðis. Þá ekki meira hér af vettvangi dagsins. Vilhjálmur Birgisson, hann hér handan við hornið. Hvert skref skiptir máli. Frá okkar fyrsta til okkar næsta. Allt skiptir þetta máli og kemur okkur lengra en við töldum mögulegt. Toyota. Förum lengra. Amma sagði mér alltaf að peningar væru afl þeirra hlutar sem gera skal. Það sama úr hvað áttu kemur. Það finna allir fyrir þessar verðbólgu og háa vaxtastigi. Og það hundleiðilegt að fylgjast með umræðarsindum. Eins og maður þurfa að vera einhver Nóbels hagfræðingur til að átta sig á samhenginu. En stærsta kjarabóti fyrir mig kemur með minni verðbólgu og lægri vöxtum með þetta.
Við erum öll í sama liði. Verum samtaka aukna hagsæld. Komið sæl, nú erum við búin að fara yfir fréttir vikuna með þeim Dagbjörtu Hákonardóttur og Hermanni Guðmundsssyni, en hingaði sestur Vilhjálmur Birgisson sem að ég leyfi mér að segja sé ókrýndur leiðtogi breiðfylkingarinnar svokölluðu sem að núna etur kappi við samtök atvinnulífsins niður í Karphúsi. Það voru bara hendinga, ég skildi ná henni hér í hús í allri þessari átakar hinu. Vertu velkominn, Vilhjálmur. Já, takk fyrir það. Þakka þér fyrir að gefa þér tíma til þess að koma og ræða við okkur. Ég bauð nú reyndar Eyjólfi Árna Rafnssyni, formanni samtaka atvinnulífsins, að setjast niður með okkur en hann hafði ekki tök á því að mæta til leiks. Ég ætla að byrja á því að spyrja þig, Vilhjálmur, hreint út. Af hverju eru það að valda okkur almenningi í landinu svona vonbrigðum? Þið voru með væntingastjórnununa alveg í hæstu að hefðum hér milli jóla og nýjárs og í byrjun ársins. Svo hleypur bara allt í kekki að þér virðist út af engu. Tek algjörlega undir það með þér að nánast út af engu og ég held að það hefði verið betra ef að félagi minn Eyjólfur Árni hefði verið hér til að svara þessar spurningu því að í mínum huga það bara samtök atvinnulífsins sem bera ábyrgð á þessari stöðu sem upp er komin. Einfaldlega vegna þess að 28. desember þá leggjum við fram okkar kröfugerð með tölum og þeim forsenduákvæðum sem við töldum brýnt að yrði inni. Þessar tölur lágu allar fyrir bara strax frá upphafi, en því miður að 12. janúar að þá skynjum við að andrúmsloftið var að fara að súrna þar sem að þeim þótti þessar krónutölur sem við vorum að fara fram með væri einfallega of háar. Var það 26.000 kallinn? Það var á fyrsta ári 26.000 krónur. 16, takk eftir Stefán, 16.000 krónur í vasan og kostnaðarmatið á fyrsta ári var 4,2%. Og síðan erum við bara búin að vera að reyna að þoka þessu áfram og við höfum meira sig að lækkað okkur frá upphafs tilboðin okkar til þess að reyna að koma til móts við samtök atvinnulífsins því að okkar markmið er einfalt. Það liggur í því að skapa hér skilyrði sem gera það að verkum að verðbólga lækki, vextir lækki og við fáum hér leiðréttingu á svokölluðum tilfærslukerfum, vaxta, barna og húsaleigubótum. En þú segir að þið hafið lækkað ykkur frá upphaflegum kröfum. Hvað þýðir það? Það þýðir í fyrsta lagi það að við erum með heildarkostnaðarmat sem er undir því kostnaðarmati sem Seðlabankinn hefur verið að miða við næstu 3 árin. Það er undir því. Og hvert er það? Hjá Seðlabankanum næstu 3 árin er 16,8%, hjá okkur er þetta í 3 ára samningi minni með 14,2% ef ég man þessar tölur rétt, en núna hefur verið talað um að gera 4 ára samning. Kostnaðarmatið hjá okkur var 17,77% sem við lögðum fram núna síðast. Ef við tökum Seðlabankann sem dæmi þá myndi ég áætla að bæta við 4. árinu þar. Þá var þetta eitthvað 21% sem Seðlabankinn væri að reikna með að laun myndu hækka á næstu árum. En aðal ávinningurinn okkar liggur fyrst og fremst í því að ná niður hér vöxtum og verðbólgu því að það þýðir ekkert fyrir okkur lengur að sækja hér miklar launahækkanir ef að síðan verslun og þjónusta og allir aðrir þjónustaðir að taka það síðan tilbaka. Þess vegna höfum við verið að vinna í þessu að fá alla til þess að taka þátt í þessu. Við erum búin að eiga samtöl við Samband íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg og öll þessi stærstu sveitarfélög og þau hafa verið tilbúin til þess að koma með okkur í þessu vegferð og hafa gefið það út að þau væri tilbúin til að endurskoða sína gjaldskrár. Nú, það liggur til dæmis fyrir að Bíkó ætlar að frysta vöruverði í 6 mánuði. Hagar hafa gefið það út að ef að Byrgjar get ekki útskýrt þær verðhækkanir sem á þeim vörum sem þeir eru að kaupa inn, þá verður það bara hreinlega teknur út í hillu. Þannig ég hafði óbóðslega miklar vonir til þess að okkur myndi takast þetta, en samtök atvinnulífsins verða að átta sig á því, þau get ekki ætlast til þess að íslenskt launafólk eitt og sér taki í raun og veru alla áhættuna á sig og þær launahækkanir sem er að ræða séu keyrðar alveg gjörsamlega niður í gólf ef að þannig má orði komast. Hvert er þá gagntilboð samtaka atvinnulífsins? Það var 15,3%, það var raun og veru lægra heldur en tilboð sem við vorum nú þegar búin að fá sem að gerði útslagi með það að við ákvaðum að vísa þessari deilu til ríkissáttasemjara
Og ég veit bara minna til dæmis á eitt, bara þannig að fólk almennt átti sig á því hvað verkalýðshreyfingin í raun og veru tilbúin til þess að fara þessa vegferð. Þetta 15,3% á 3 árum? 4. Á 4 árum? 4 árum. Hjá okkur vorum við með tilboð upp á 17,77%. Hvað þýðir þetta í kostnaði fyrir atvinnulífið á þessu tímabili? Ja, þetta góð spurning. Þetta kringum, sko hjá þeim, tilboðið þeirra reiknast með til að séu svona 44 miljardar sem það myndi kosta. Hjá okkur þetta eitthvað þar í kringum 52 til 55 miljardar. En takt eftir að í desember 2022, bara fyrir 13 mánuði síðan, þá gengum við frá kjarasamningi sem kostaði 90 miljardar. Núna erum við... Sem var alltaf dýr samningur að þeirra sögn? Að þeirra sögn. Núna erum við hins vegar að bjóða samtökum atvinnulífs á fyrsta ári kjarasamning sem 42% minni heldur við gerðum fyrir 13 mánuði síðan. Það okkar framlag til þess að fara í þessa vegferð, en það alveg morgunljóst að það verður ekki gert með launafólki einu og sér. Hver eru rök samtaka atvinnulífsins fyrir því að draga í landvarðandi tilboðið? Þau vilja meina að þetta séu of mikla launahækkanir til að þessi markmið náist. Launahækkanir fyrir þennan hóp, eða það óttinn við að þetta hríslist upp launastegan eins og við séð í öllum samningum hingað til? Að hluta til, og það hefur svo komið fram að þau eru hrædd við launaskrið, en við getum ekki borið ábyrgð á launaskriði. Við erum ekki að semja launaskrið á íslensku vinnumarkaði og verkafólk hjá Starfsgreinasambandinu og Eflingu. Þetta fólk sem ekki nýtur neins launaskriðs og hefur aldrei notið launaskriðs. Þetta bara fólk sem horfir fyrst og fremst á þegar við erum að ganga frá kjarasamningum og það eina tækifæri þeirra til að bæta sinn En ekki launaskriði dæmi það hvernig ykkur hefur mistekist þegar þið hafi keyrt á krónutöluhækkunum samning eftir samning að þá koma hinir hóparnir sem eru að fá prósentulega séð minni hækkanir heldur en láglaunahóparnir og keyra launaskriðið upp skalan til þess að tryggja sér sömu prósentuhækkanir og láglaunahóparnir að fá? Alls ekki, vegna þess að þegar sagan skoðuð að þá mesta launaskriði sem hefur verið á íslensku vinnumarkaði var 2001. Þá var samið fasta prósentölu upp á 3%. Launaskriði var hins vegar 9,8%. Það verða komin aldarfjórðungur síðan. Ég að horfa í samningarna til dæmis 2019. Þú getur líka bara farið algjörlega framar í tímanum og það nákvæmlega sama og takt eftir. Af því að það hefur verið, íslensk verkalýðshreyfing hefur verið gagnrýnd alveg rosalega fyrir það hún sé óábyrg og við séum ekki að semja með sama hætti og gerist á Norðurlöndunum. Samtök atvinnulífsins fóru í greiningu á þessu. Og hvað kemur í ljós? Meðal kostnaðarmat á kjarasamningum á íslensku vinnumarkaði frá 1997 til dagsins í dag 3,8%. 3,8%. Nákvæmlega sama og að gerast á Norðurlöndunum í kringum okkur. Síðan gerist eitthvað inn í fyrirtækjunum þar sem að verður til þetta launaskrið en það ekki á ábyrgð íslenskra verkalýðshreyfingar. Það á ábyrgð annarra. En treysta þá samtök atvinnulífsins ekki til þess að standa við samningin? Segðu bara við getum ekki komið í veg fyrir launaskriðið. Nei, en sjáðu fáránleikann í þessu, Stefán. Ætlar allir helstu hagfræðingar þessa lands að halda því fram að íslenskt efnahagslíf standi og falli með 52 milljörðum sem verður samið á hinum almenna vinnumarkaði. Hvaða della þetta? Þegar að bankakerfið að skila 90 milljörðum í hagnað, sjávarútvegurinn 68 milljörðum og hagkerfið í heild sinni sem eru fyrirtækin á hinum almenna vinnumarkaði skiluðu hagnaði upp á 751 milljarð í fyrra. Halda því fram að íslenskt efnahagslíf standi og falli með 52 milljörðum sem að allt launafólk á hinum almenna vinnumarkaði að fá. Þetta svo mikið óbóðslegt bull að það næri engu tali og takt eftir. En ef að launaskriði verður, þá þetta ekki 52 milljarðar, þá þetta miklu hærri fjárhæðir fyrir atvinnulíf. Takt eftir. Ég ætla að taka annað dæmi. Er það ekki rétt hjá mér? Við erum ekki að semja launaskrið. Við erum ekki að semja launaskrið, það á ábyrgð fyrirtækina sjálfra. Það eru fyrirtækin sjálf sem taka ákvörðun það hvort þau hækki laun hjá sínu starfsfólki eða ekki. Það sem að valda þenslu í íslensku hagkerfi núna og spennu ferðaþjónustan. Þegar að hinga koma 20.000 nýjir starfsmenn til að búa og vinna og það verður eftirspurn eftir fólki
þá myndast hér spenna á vinnumarkaði sem gerir það að verkum að það vera að keppast við starfsfólk. Þetta er ástæðan fyrir launaskriði. Ertu þá á móti ferðaþjónustunni? Alls ekki. Ég er alls ekki. En þú ert að teikna hann upp sem sökudólgur? Nei, hún er sökudólgur í þessu. Það liggur fyrir. Og hún er líka sökudólgur fyrir því að hér er mikil þensla á byggingamarkaði. Hér vantar íbúðir sem gerir það verkum að fasteignaverð hækkar upp á öllu valdi og verðbólgan fer af stað. Það verður nefnilega að vera mikilvægt að fólk hætti að benda á íslenska verkalýðshreyfingu og segja að það sé hún sem beri ábyrgð á þeim óstöðuleika sem hér ríkir í íslensku samfélagi. Það er ekki henni að kenna, sagan sýnir það, svo ekki verður umvilst og ég vil taka þetta sem ég ætlaði að segja áðan. Takk eftir þegar við semjum 90 milljarða á íslensku vinnumarkaði í desember. Þá kemur Seðlabankinn og segir hvað? Þetta er allt og mikið, við þurfum að hækka vexti. Hann er búin að hækka vexti frá því við undirritum kjarasamningana í desember 2022 3,5% og það hefur smitast allt út. Samtök atvinnulífsins segja hvað? 1% eykur fjármagnskostnað fyrirtækja 30 milljarðar. Sem þýðir á mannamáli 105 milljarðar sem að Seðlabankinn hefur gert það verkum með sínum hækkunum að kostnaður fyrirtækja vegna fjármagnskostnaður hefur aukist 105 milljarða sem er 15 milljörðum meira heldur kjarasamningur kostaði til. Og ég myndi vilja að einhverjir hagfræðingar myndi útskýra það fyrir mér að ef það veldur verðbólgu 90 milljarðar varðandi launakostnað, hvað gera þá þessir 105 milljarðar sem fyrirtæki þurfa að greiða í fjármagnskostnað? Það fer ekki saman hljóð og mynd. Kæla hagkerfið, vextirnir eru gerðir til þess að kæla hagkerfið. Það fer ekki saman, kæla hagkerfið, ég get nú ekki séð að sé vera að kæla hagkerfið. Jú, það er verið að kæla byggingamarkaði. Jú, bara fristan og hvað gerist svo? Núna eru allir byggingaverktaka bara hættir, það vantar íbúðir, svo þegar þetta fer að stað aftur, þá myndast hér alveg gríðarleg spenna aftur. Og stæðstu hlutina þeirri verðbólgu. Og hver er þá lausnin? Stæðstu hlutina þeirri verðbólgu sem að núna er í gegnum svokallaða reiknaða húsalegu sem að myndast vegna þess að fasteignaverð er að hækka og vegna þess að Seðlabankinn er að hækka svokallaða verðtryggða vexti. Það er megin ástæðan fyrir þeirri verðbólgu sem við glímum við. Segðu mér eitt, Vilhjálmur, í umræðunni breiðfylkinguna og þennan stóra samning sem að þið eruð að reyna að ná fram, þá hafið þið verið að taka ykkur í munn orð eins og þjóðarsátt. Síðan hafa önnur stéttarfélög sem að enga aðild eiga þessum viðræðum, eins og Sameiki, BHM, BSRB og þannig geti áframtalið. Þau segja, þetta er ekki okkar nafni. Það liggur þau segja eins og utanríkisráðherra forðum, þið eru ekki þjóðin. Hvernig getið þið talað þjóðarsátt og að ná samningum á markaði, krafist þess að binda aðra stéttir, hjúkrunarfræðinga, lækna eða annað háskólafólk í báða fætur hvað varðar þessa 26.000 króna launahækkun eða 17,77% hækkun á 4 árum. Hvernig getið þið leyft ykkur það og hvaða tryggingu hefur atvinnulífið, Seðlabankinn eða stjórnvöld fyrir því að slíkir samningar muni nást við þá hópa þó þeir semji við ykkur og treysti því að þið standið við ykkar hlut? Þetta er einu. Þetta hefur aldrei gerst áður, Stefán. Aldrei. Og hefur ekki gerst enn? Nei, veitu. Það sem við gerðum var það að við aðildarfélög Alþýðusambands Íslands í þessari breiðfylkingu við létum ríkissáttasemjara hafa samband við sambandi íslenskra sveitarfélaga og við stjórnvöld og við skuldbundum okkur til þess að við ætlum að semja með nákvæmlega sama hætti við ríki og sveitarfélög. Menn skulu átta sig því að við tökum Eflingu sem dæmi sem er með allt starfsfólki hjá Reykjavíkurborg, starfsgreinasambandi sem er með ófaglægt fólk hér í öllum sveitarfélögum, inn í ríkisstofnunum, í ræstingu og eldhúsum og allstaðar. Við erum búin að skuldbinda okkur til þess að semja við ríki og sveitarfélögum með nákvæmlega sama hætti. Þetta er ekki svar við spurningunni. Spurningin var, hvernig getið þið leyft ykkur og hvaða tryggingu hafa menn fyrir því að slíkir samningar náist? Hvernig getið þið bent á allar hinnar stéttirnar og sagt, þau eiga að fá sömu hækkanir og við, þið verðið að tryggja það. Það er ekki hægt, þið heyrið á tóni þessara, eða forsvarsmanna þessara stéttarfélaga, þeir eru ekkert að fara í þennan sama bát með ykkur. Nei, þá er það bara þeirra ábyrgð. En þið eru væntanlega með forsendur í ykkar samning. Leiðum mér að klára varðandi þetta. Ef það á að vera íslenskt lágtekjufólk sem að leggur það að mörkum og á sig að vextir lækki hér niður, verðbólga fari hér niður og leggi fram fórnir til þess, þá verða hátekjuhóparnir á íslenskum vinnumarkaði, sama hvort að það er hjá
hinu opinbera eða annar staðar, að eiga það við sína samvisku ef að það ætlar síðan að kasta spreki á eldin og fýra aftur í bálunni. Eru hjúkrunarfræðingar hátekjuhópur? Ég bara gerir mér ekki grein fyrir því hver laun þeirra eru. Þú þekkir það allt og talnagleggur en flestir. Við erum fyrst og fremst í þessari vegferð til að ná niður hér vöxtum og verðbólgu og ávinningurinn af því, Stefán, einfaldur. Samkvæmt Hagstofunni 2022 þá skulda íslensk heimili 2.980 milljarðar. Nú ertu að afvegaleiða mig. Nei. Ég að spyrja, hvernig getur þú leyft þér að binda leiðtoga eða forsvarsmenn annarra stéttarfélaga og aðra stéttir í báða skó? Þú tekur aldrei samningsréttina af öðru fólki. Þú ert að gera það? Nei. Þið gerir það með þessu. Þó við köllum þetta þjóðarsátt. Nei, þið eru með forsendur gengið út frá í samningnum. Sem eru hverjar? Ef að aðrir munu fá meiri hækkanir, ef að ríkið til dæmis semji á aðra lund við hina stéttirnar sem á eftir koma. Þú hefur ekki séð greinilega forsendu ákvæðin einfallega vegna þess að Samtök atvinnulífsins hafna öllum forsendu ákvæðum og hafa gert það hérna við okkur. Þið viljið setja svona forsendur inn í samningnum. Við höfum ekki gert það. Þú vilt setja svona, er það ekki? Okkar forsendur liggja fyrst og fremst að því að verðbólga fari niður og líka að vextir fari niður. Hver eru forsendu ákvæðin? Forsendu ákvæðin lúta því að verðbólga verði komin hér niður í 4,5% í febrúar á næsta ári og stýrivexti verði búin að lækka þetta 2,5% svona í febrúar mars á næsta ári. Á 12 mánuðum? Á 12 mánuðum. Það er eiginlega megin forsendu ákvæðin sem við erum. En þið eru líka gengið út frá, og nú verður að svara mér bara já eða nei, eins og Stella í Ólafí árið. Nei, það var ekki teiknað inn í okkar forsendu ákvæði að skuldbinda okkur eða skuldbinda aðra hópa til þess að ef þeir semji meira að þá fáum við það. Þannig það ákvæði var ekki. Ef þeir hópar semja þá aðra lund, bara eins og Kolbrún Halldórsdóttir hjá BHM hefur talað fyrir, ef þeir semja allt aðrar hækkanir heldur en þið og meiri, að þá munir þið láta kjört liggja. Nei, þá bara segir það sér sjálft, þá munir bara markmiðin ekki nást, þá munir verðbólga ekki fara hér niður, vextir munir ekki fara hér niður. Ef allir taki ekki þátt, ef þá bara vera íslenskt lágtekjufólk og fólk innan Alþýðusambands Íslands sem á að leggja sitt á mörkum og opinberir starfsmenn ætla ekki að gera það, þá liggur alveg fyrir að þetta getur ekki endanum á einn veg. Illa. Þessi forsendu ákvæði sem að þið viljið setja inn, Samtök atvinnulífsins, þau hafnaði að setja. Þau hafna öllum rauðum strikum og hugsa þér. Hvaða forstjóri í einhverju fyrirtæki eða framkvæmdastjóri myndi fara að gera hér langtíma samninga fyrir sitt fyrirtæki sem að væru mjög á gráu svæði, það væri verið að taka mikla áhættu án þess að tryggja sitt fyrirtæki. Það er algjörlega með ólíkindum að Samtök atvinnulífsins eða bara yfir höfuð haldið það eina einustu mínútu. Það verið gengið frá samningum án þess að við munum vera með einhverja varnir ef að þetta fer ekki á þann veg sem við viljum fara. Við viljum sjá ávinningin. Ávinningurinn fyrir íslenskt atvinnulífi er gríðarlegt, eins og ég var að nefna hér áðan. Bara ef að við náum þessu markmiðum okkar náum að lækka hér vextum 2,5%. Þá er það ávinningu fyrir íslenskt atvinnulíf upp á 75 milljarða. Sem er meira heldur kostnaður við kjarasamning. Ef þið myndu ná þessum forsendu ákvæðum inn og það væri, verðbólgan væri yfir 4,5% í febrúar næsta ári og stýrivextirnir hefði ekki lækkað 2,5%, að þá er samningunum sagt upp eða eru þeir til endurskoðunar? Eða þá eins og varðandi verðbólguna, þá getur bara komið einhver viðbót inn í samningin, það þyrfti ekki endilega að segja honum upp. Þetta eru bara stilliskrúfur sem við erum búin að ræða við Samtök atvinnulífsins, að við séum tilbúin til þess að ræða um. Hagvaxtarauki, er hann hluti af kröfunum? Hann var hluti af kröfunum og er hluti af kröfunum. Eins og fyrir enda má eiginlega segja með hagvaxtaraukan, hann borgar sig bara sjálfur. En þið tókuð nú Samtök atvinnulífsins dálítið í nefið með hagvaxtaraukan síðast. Það voru fordæmalausar aðstæður fyrir COVID. En þið gáðuð ekkert eftir í því? Nei, enda er það ekki okkar hlutur að gefa eftir. Nei. Eitt varðandi þær kröfur sem þið hafið gert. Samtök atvinnulífsins kveinka sér mjög undan því að þið skulið láta ykkur detta í hug að hafa uppi kröfu að samningurinn sé afturvirkur til 1. janúar. Það er að segja að hann í raun og veru falli innan samningstíma þess samning sem er nú að renna sitt skeið og enda. Hvernig dettur ykkur þetta í hug?
Þetta góð spurning, einfallega vegna þess að okkur stóð þetta bara til boða í desember. Þá lögðu samtök atvinnulífsins upp við okkur vegna þess að forsendur hins kjarasamnings voru brostnar. Þetta var tillaga frá samtökum atvinnulífsins upphaflega? Í upphafi, en ég skal þó vera heiðarlegur með það að segja að þegar þau lögðu þetta til að þá vorum við að miða við það að við myndum ná að klára kjarasamning fyrir áramót eða fyrir jól minnum að hafi verið. Og svo slá þau þetta út af borðinu þegar að kemur inn í janúar? Já, við erum svo sem ekkert vann að ræða þetta er ekki stóra málið. En segðu mér eitt, ég hef það sterklega á tilfinningunni á grundvelli samtals okkar hér að þið hafið ekki verið að segja okkur almenningi satt þegar þú segir að samtök atvinnulífsins hafni öllum forsenduákvæðum eins og þessum augljósu dæmum stýrivexti og verðbólgu. Hvernig gátu þið haldið fram að þið væruð að ná þessu öllu saman þegar þið voruð ekki búin að ná saman grundvallarþætti eins og þessa? Voruð þið ekki að segja okkur ósatt? Alls ekki, Stefán, eins og ég rakti hér í upphafi og þetta er spurning sem þú þarft að spurja samtök atvinnulífsins af. Þið eru nú með beina línu þangað inn ef ég þekki þennan vinnustaf þinn rétt. Beina línu til þín. Leiðu mér að klára. Við tökum alltaf síma frá þér. Já, leiðu mér að klára. Eins og ég segi, 28. desember, þá leggjum við fram allar okkar kröfur. Og í beinu framhaldinu, þá leggja samtök atvinnulífsins til að við gefum út sameiginlega yfirlýsingu að skora á fyrirtæki að halda aftur á verðlagi. Við tókum þátt í því að skora á fyrirtæki að halda aftur á launaskriði sem einstæmi í sko bara sögunni og þetta var sögulega yfirlýsingu var þannig márið komast. Við fengum ekkert signal út það að kröfurnar okkar sem voru með forsenduákvæðum inni og allt að það var einhvers staðar algjörlega út í móa. Og ég dálítið sár út í samtök atvinnulífsins með það að hafi ekki gefið okkur signal það að þessa kröfur okkar væru fjarri því sem þau var að tala Þau eru búin að í raun og vera að taka þessa kröfugerð okkar niður 1/4 ásamt því að henda öllum forsenduákvæðunum út. Ég ekkert viss að þessi stemming hefði myndast ef að samtök atvinnulífsins hefðu kannski verið heiðarlegri við okkur hvað það varðar. Drógu þau ykkur á asnaeyrunum? Nei, ég ætla ekki að gera það. Þetta hefur verið ofboðslega heiðarlegt samtal sem við höfum átt en núna síðustu 2 vikurnar þá hefur samtalið súrnað og við höfum ítrekað verið að kalla eftir þessum tölum, eftir viðbrögðum, svörum við forsenduákvæðunum og það í raun og veru bara gerðist bara núna í vikunni í raun og veru. Við fundum á laugardaginn og mánudag, þriðjudag og miðvikudag og vorum alltaf að kalla eftir því að fá þessa tölur. Þetta allt klossfast? Þetta klossfast eins og staðan núna. Það liggur algjörlega fyrir að það þarf að vera hugarfarsbreyting hjá samtökum atvinnulífsins. Því að ég ætla að segja eitt við Stefán, það alveg á hreinu að ég hef aldrei tekið þátt í því. Í þessu 20 ár sem ég hef tekið þátt í verkalýðsbaráttu að leggja svona kostatilboð fyrir framan samtök atvinnulífsins. Ég hef aldrei tekið þátt í því. Þetta gulrót? Ég ætla bara að segja alveg svo þau hafa aldrei fengið svona tilboð áður frá íslenskri verkalýðshreyfingu að við erum að bjóða hérna rétt rúmlega 4% kjarasamningi í 8% verðbólgu í stýrivöxtum sem 9,25% þar sem allt hefur hækkað en við trúum því að þessi markmið náist að verðbólgan fari niður, vextirnir fari niður. En þið hafið hegðað ykkur undarlega í þessu. Í fyrsta lagi skiptuð algjörlega tón, Sólveig Anna mætti hér bljúga almennilega í settitíminn í einn af fyrstu þáttunum, allt annað tón heldur en áður. Þið hafið talað með allt öðrum hætti en oftast áður. Þið hafið verið að funda inni hjá ríkissáttasemjara áður en þið vísuðu deilunni sem undarlegt í meira lagi að mínu mati. Hvað núna? Nú eru þið búin að vísa deilunni. Eru þið að undirbúa verkfallsátök? Við erum bara einbeitt í því að vilja ná fram kjarasamning. Eru þið að undirbúa verkfallsátök? Að endingu mun það náttúrulega gera... Eru þið byrjuð að undirbúa verkfallsátök? Ég svara þessari spurningu ekki. Akkur ekki? Einfallega bara vegna þess að við erum rétt á að vita þetta. Við erum algjörlega staðföst á því að við viljum ná samningum til að ná þessu markmiðum. Eins og ég segi þú sem byrja, hvaða viðhorfsbreyting í gangi? Það landris hér í gangi sem undir Seðlabankanum. Nú ætla ég bara að nota það orð. Vegna þess að frá desember 2022 þá hafa skuldir íslenskra heimila hækkað 104 milljarða. Meira heldur en það tjón sem orðið hefur í Grindavík.
bara vaxta hækka, leið mér að klára það getur orðið 160 milljarðar. Leið mér að klára, og þetta getur orðið ennú meira hjá Seðlabankanum, sko. Ég er bara að tala hér á 13 mánaða tímabili, þá hafa skuldir íslenskra heimila hækkað 104 milljarða vaxta greiðslur á þessu stuttatíma. Það er komið kvikugangur undir íslensk heimili. Mín spurning eru það undirbúa verkfallsátök? Viltu ekki svara þessu spurningu? Ég tel ekki tímabært að svara þeirri spurningu núna því að við erum ennþá á þeim stað að vilja leysa þetta vandamál því að ávinningur fyrir íslenskt samfélag er gríðarlegur, eins og ég segi, gagnvart fyrirtækjunum, þá liggur fyrir að það er ávinningur að ná niður vöxtum 2,5%, 74 milljarðar. Fyrir íslensk heimil er það 74 milljarðar. Við erum búin að fara í þessar tölur. Þetta skiptir bara höfuðmáli, þetta snýst þetta mál. Ég verð að fá eitt á hreint. Þið hafið sagt að þessi uppákoma eða þessir ógurlega atburðir í Grindavík eigi ekki að hafa áhrif á möguleika ríkisins til þess að sturta 20 milljarða inn í millifærslukerfin til þess að liðka fyrir þessum samningum. Allar að sturta að koma íslensku láttekju fólki til hjálpar, Stefán. Þetta eru milljarðar sem eru ekki til í ríkiskassanum. Þetta er ekki gott viðhorf frá þér. Þetta eru milljarðar sem eru ekki til í ríkiskassanum. Þið eru að setja gaffalinn á ríkisvaldið hvað þetta varðar. Eru það þeirri skoðun? Eru það þeirri skoðun að þessir atburðir í Grindavík hafi ekki áhrif á möguleika ríkisvaldsins til þess að koma að þessu samning? Þetta eru 24,1 milljarður. Leið mér að svara. Nei, kemur ekki til greina. Ég ætla bara að fá að svara þessu. Ég ætla að fá að svara þessu. Þetta eru 24,1 milljarður. Ef að okkar markmið nást fram, þá skuldar ríkissjóður 650 milljarða. 2,5% lækkun á vöxtum myndi skila ríkissjóði 41 milljarði í ávinningi. Þeir skuldar 606 milljarða í verðtryggðum skuldum. Ef við tökum verðbólguna niður á 8% niður í 4% með þessu samstilta átaki, þá eru það 10 milljarða til viðbótar. Þessu til viðbótar þá gerir ríkissjóður í fjármálaáætlun ráð fyrir að laun hækki hér 8,5 eða ekki 9%. En ef við erum að fara að semja hér og takt eftir, ríkissjóður að greiða 530 milljarða í launakostnað, þá getur við bara margfalda þá tölu upp, 4% sparnaði ríkisins að fara þessa leið, þannig að ávinningur ríkissjóðs að tala svo hér að blanda saman Grindavík við þetta mál þegar ávinningur ríkissjóðs er miklu meiri heldur en nokkru tíman þessi 24 milljarðar. Ættu einhvern orð þín að vera allir græða? Allir græða og sveitafélögin sem skulda 527 milljarða skulda þau. Þetta er til dæmis Einar Þorsteinsson borgarstjóri í Reykjavík búin að átta sig á að ávinningurinn af þessu að fara þessa leið sem við erum að bjóða upp á er gríðarlega mikill fyrir sveitafélögin. Þeir eru búin að fatta það en því miður er hluti af ríkisstjórnin ekki búin að fatta það. En þá verð ég að spyrja Vilhjálmur, í þessari þröngu stöðu sem þið eru komnir í, sérðu einhverjar aðrar lausnir sem að hægt er að leggja borðið til þess að liðka fyrir því að samningar náist? Já, ég ætla nú í þessu sammingi þá ætla ég að segja frá mínum persónulegu skoðunum sem að ég hef meira segja sagt við samtök atvinnulífsins og tala inn í mínum hóp. En teka fram að þetta er ekki tillaga frá breiðfylkingunni, þetta er þetta mín persónulega skoðun. Hún gengur út á það að bjóða samtökum atvinnulífsins 0% launahækkun næstu 12 mánuði. 0%. Gegn hverju? Gegn því að sveitarfélögin dragi allar sínar gjaldskrárhækkanir tilbaka. Gegn því að ríkið dragi allar sínar hækkanir sem þau lagðu á núna áramótin tilbaka. Gegn því að fyrirtækin skuldbindi sig til þess að draga sínar hækkanir tilbaka eins og tryggingafélögin og svo framvegis. Í þessu eru fólkin miklu meiri ávinningur fyrir okkar fólk ef að þessi leið yrði farin heldur það að semja 16.000 krónur í vasananda fólki. Með þessu. Heldur myndi ná þessu gegn? Ég bara veit það ekki, en með þessu myndi verðbólgan ganga hratt niður, væntanlega vexti líka og allir græða. Þetta eru stór tíðindi, þetta eru væntanlega atriði sem að þú hleypur með niður í hús atvinnulífsins að nýju og núna mun almenningur vita þessu kosta boði. Yrði fróðlegt að vita hvort að stjórnvöld væri til í þetta, hvort að sveitarfélögin væri til í þetta og hvort að fyrirtækin og samtaka atvinnulífsins væri til í þetta.
Ég til í þetta, en ég veit ekki með mína félaga, en ég veit að þetta yrði til mikill að bóta fyrir okkar fólk. Ég veit ekki hvort það sé ábyrgðarhluti minni hálfu að æsa þið svona upp og senda þið beint niður í hús atvinnulífsins og með þetta tilboð upp á arminn. Ef við skulum sjá, ég bið fyrir góða kveðið þarna niður eftir. Það var ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Þetta var hita umræða eins og oftast áður, en við verðum hér á sama tíma með spennandi þátt að viku liðinni. Verið sæl.